Það komið að lokum hjá okkur hér í föstudagsþættinum á N4. Við ætlum að enda þetta á smá viðtali frá Græna hattinum, en þeir Magni Ásgeirsson og Valmar Valjóts munu leika þar listir sínar að þessum þætti loknum, endilega fylgist með því, og gestasöngkona Rebekka Hvönn Valsdóttir. En takk kærlega fyrir að horfa, sjáumst aftur á viku liðin og verið sæl. Þá erum við komin enn og aftur hérna á Græna hattinn. Við ætlum að bjóða upp á tónleika á eftir föstudagsþáttinn. Núna verða það meistari Magni Ásgeirsson ásamt Valmari Valjóts og þeir eru mættir hérna til mín og þeir eru klárir í þetta. Við erum rosalega til í þetta sko, við erum klárir. Það verður kósí stund með okkur strákunum í kvöld. Við ætlum að renna yfir svona hluta af ferli mínum sennilega. Við höfum ekki nærri nógan tíma til að fara yfir hans feril, hann mjög langur og skemmtilegur. Miklu eldri. Já, miklu eldri. Og líka búin að gera miklu meira. Nei. Nei? Nei. Þú er búin að ferðast Rússland og eitthvað, skilur við. Já. Það er önnur dóttur það. Nei, ég segi það. Já. Það verður næsta föstudag. Það væri geggjað. Sögustund með Valmari. Þetta hugmynd. Já. Já, og við hverju má sérst búast? Þú ætlar að fara bara frá byrjar á móti sól, eða? Já, við tökum þetta bara í einhverju tímaröð, að ég taki ekki eitthvað á móti sól og eitthvað eftir mig og kannski slæðast inn einhver júrólög og svona júróið sem vika svolítið í heiminum og svo bara einhver gömul góð íslensk. Þetta verður bara kósí, held ég. Þetta nú ekki fyrst skipti sem að þú verður með sviðið hér. Hefur einhver að tölu á þig hvað hefur staðið hérna oft? Sko, Killer Queen búin að spila hérna svona 30 sinnum cirka bát. Þú náttúrulega búin að spila með Kvandasbræðri með svona 1000 sinnum og svo ég búin að spila hérna svona, hvað ég segja, 50 sinnum, give or take. Það eitthvað sem, en þetta aðalstaðurinn, sko, af hverju. Þetta já, alveg örugglega 50-60 sinnum sem maður hefur komið hérna við. Af ýmsum, en þetta bara eðlilegt. Ýmsu formerkjum. Já, ég meina ef við fengjum að ráða þá værum við bara alltaf að spila hérna, held ég. Það væri kannski ekki skemmtilegt fyrir áhorfendur, en ef við fengjum að ráða þá værum við bara með dótið okkar hér, held ég. En talandi áhorfendur, þá verður þetta nú kannski í fyrsta skipti sem að þið spila hérna fyrir, nánast tómu húsi. Hvernig heldur það verði? Já, þetta skrítið, sko. Við erum svolítið, nú hljómar maður eins og fáið, sko, en við erum svolítið vanir að hafa troðfullt hús hérna, sko. En þetta verður, við lítum á þetta sem góða hljóðpröfu bara. Veistu, mér skiptir þetta engu máli. Já, ég sé alveg satt að sem sagt þetta eru sömu nótur sem maður spilar og saman, þetta bara ég, hljóðfæri, og sem sagt, þetta sem á sviði gerist, þetta kemur mér í rauninni ekki við hvort þarna eru einhverjir eða ekki. Ég spila ekki fleiri nótur segja fólkir í salnum. Ég spila þetta nokkuð neits. Þið kannski drublið hérna með kamerur ykkar en það svona... Þetta munurinn okkur, sko, því ég stend alltaf fremst, sko. Þannig að ég svona nærist af viðbröðunum, sko. En þið eru náttúrulega einbytt ykkur að spila. Ég bara að reyna að vera sætur, sko. Já. Þetta í rauninni á ekki að skipta öllu máli sem sagt, ef maður einangrar sig hvort sem í sitt svæði og þú hugsa, já ég meina, ég kynnti þetta svona fyrir krakkar fara í stress út af því að á tónleikum að einhver frændi þarna í salnum, þetta bara þú, hljóðfærið þitt og frændi þarna, þetta forréttið í hans að hann má fylgjast með ef hann truflar ekki. Þetta bara mjög einfalt. Já, reyndar, þetta eitthvað sem stundum áhorfendur mætti taka sér til fyrirmyndar, ekki trufla. Já. Hvað hafið þið annars verið svona að taka ykkur fyrir hendur í þessum, á þessum COVID-tímum? Guð minn almáttugur, ég á 4 börn, þannig að ég svolítið bara búin að vera að taka það fyrir hendur. Að reyna að halda þeim svona nokkuð vel nærðum og hressum. Og við erum búin að æfa nokkru sinnum og Kvandasbræðri sem plötu og svo erum við búin að taka eina tónleika, svona streymistónleika. Fyrir löngu síðan finnst manni. Þá töldum við hérna á hattinum og streymdum því til að safna peningum fyrir sjúkrahúsið. Það var gaman. Annars erum við svolítið bara búin að vera að blóta því að fá ekki að spila.
ég þarf að segja það að mér leið mjög vel. Mér leið mjög vel út af því að við fluttum hérna hjón og ásamt okkar hérna krökkum. Fluttum í vetur og hugsa. Ég tónlistarmaður og ég get klippa runna, vera í gardi í aprílmánuði sem venjulega bara ekki hægt. Svo að þetta hefur verið, ég meina ef einhver kemur núna í haust og segir að hann á enga tíma til að taka til í bílskúrnum þetta í gardinu, þá bara segja ég þú bara ekki í lagi. Sko. Þetta hefur verið góðu tími í gardi í bílskúrnum, svo núna sílungur komin í bollinn og þetta bara frábært. Já, bara gott frí. Gott, frí, þetta en maður, við erum þessi kynslóð að við þurfum ekki tölvu til að hafa gera eitthvað. Við finnum eitthvað að gera, sko. Þetta bara ekkert mál. Ég búinn að mála all herbygginn í húsinu mínu tvisvar, sko. Þetta bara... maður finnur sér eitthvað til dundurs. Já, þetta hefur verið góðu tími. En ég alveg til að fara að hætta þessu samt og fara að spila. Það aldrei góðu. Ég búinn að taka til í bílskúrnum, sko. Já, en þú ekki, þú líka nýfluttur reyndar. Það gengur svo vel hjá okkur að við erum að kaupa bara húsum hérna saman. Það góð stemning. Herðu, mér heyrist þið bara að vera klárir í þetta. Nú bara komum þið ykkur fyrir og við ætlum að fara í einhverju auglýsingar og eitthvað svoleiðis og svo verða tónleikar á Græna klukkan 9 með Magna og Valmari.